Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Öldungadeildin er tekin til starfa hérna. Ég hef fengið 2 góða gesti til mín, það er Hrafn Magnússon og Þröstur Ólafsson. Strákar, þið náttúrulega eru meira en 2 vetra. Núna er ástandi hérna í efnahagsmálum og þrengta fólki, eitthvað sem við heldum fyrir einhverjum árum að það bara væri liðin tíð. En svo kemur fjármálaráðurinn og segir að þetta sé bara í genunum á okkur. Þröstur, þú ert nú hagfræðingur, ertu búin að... Þetta er ekki genunum á mér. Nei. Illa við hana. Þið er illa við hana. Þetta er heimatilbúin vandi. Já. Og við höfum vitað það áratuga skeið að við erum með hagkerfi sem er kjölfestulaust. Við höfum krónu, gjaldmiðil, sem skoppar eins og skopparhringla. Hún getur ekki verið hér áfram ef við ætlum að halda því áfram að reyna að gera betur við svona fátækari hluta samfélagsins, fólksins. Hún gerir það verkum að hún safnar alltaf upp þegar hún er gengisvelt. Verðlagi verður alltaf hærra og hærra og það er ekki hægt að hrófla því neitt tilbaka. Hún verður svona áfram. Ef við höldum áfram krónunni, þá er engin bati í sjónmáli, ekki nokkur. Því að við erum búin að reyna allar aðgerðir. Alveg frá því að við byrjuðum að búa til margar krónur og verðtryggja og svo framvegis. Við einu sinni vorum með 4 tegundir af krónu. Við erum með núna minnstakosti 2 tegundir af krónum, ekki 3 ár. Og það verður reynt að aftengja við vísitölu og tengja við vísitölu og koma með stóra félagsmálapakka og svo framvegis. Allt hefur þetta runnið út í sandinn vegna þess að krónan eyðileggur þetta. Það vantar í hann okkur vantar gjaldmiðil sem er kjölfesta. Hérna var hjá okkur bræðurum á sunnudaginn maður sem að, þegar ég nefndi þetta, að þá sagði hann að það er alveg sama hvort þú mælir hæðina í sentimetrum með tommum, þú er alltaf jafn hár. Og vildi meina það að þetta væri bara mælitæki, krónan og skipti engu máli hvort væri mann ekki. Hún er kjölfesta í öllu hagkerfi, þá er gjaldmiðillinn kjölfestan. Hún er það. Og ef við ert ekki með kjölfestu, þá skoppar allt saman og fer upp í loft. Við erum búin að hafa þetta í 100 ár og ef við erum ekki búin að læra á reynslunni, þá getum við ekki lært á reynslunni. Og það eigum ekki að vera að tala um þetta. En halda þetta sé einhver tákn sjálfstæði og fullveldi og eitthvað svoleiðis, það er löngu liðin tíð. Við ráðum ekki raunverulega gengi krónunnar. Það er enginn hér einn heima sem getur það. Og það er ekki, í dag er það ekki merkjum fullveldi að hafa eigin mynd. Eru þjóðirnar í Evrópusambandinu ekki sjálfstæðar? Auðvitað eru það sjálfstæðar og líta á þessu sem þannig. En sjálfstæði líka þannig að okkar mynd gengur ekkert í öðru löndum. Hún er ekki gjaldeyrir, við þurfum alltaf að afla okkur gjaldeyris. Sem við ekki nota eigin gjaldmiðil. Hún getur ekki notað okkur eigin gjaldmiðil. Nei. Hrafn, við séum aftur komin í þessi spór einhvern veginn. Mér finnst þetta að vera svona afturhvarf eitthvað. Já, það má alveg segja það. Kannski fórum við og róttækt í vaxtalækkun á sínum tíma og nú hafa vextir hækkað verulega mikið og það stjórntæki Seðlabankans virðist ekki virka meðal annars vegna þess að það eru margir sem eru með verðtryggð lán, það er nú heyrst í fréttum og þeir voru áður með óverðtryggð lán, gátu tekið óverðtryggð lán á föstum lágum vöxtum sem lágu undir verðbólgunni, síðan breytist þetta hægt og rólega, þannig að vextirnir rjúka upp og þá fara menn yfir í verðtryggðu lánin vegna þess að það er óverðtryggðu lánin yfir í verðtryggðu lánin vegna þess að þá þetta minnkar greiðslu fyrir lána. Þetta held ég sé ein megin ástæðan fyrir þessu að þetta gengur erfiðlega fyrir utan þetta krónuna sem að þetta Þröstur en bara sérfræðingur í og ég ætla nú ekki að blanda fyrir inn í þær umræður að öðru leyti. Þetta er náttúrulega afleiðingarnir sem þú ert að tala um. Skoðið þið húsnæðislána í Færeyjum.
skoðu þau í Danmörku, Noregi, allstaðar. Þetta eru 3-4%. Það ekki margar tegundir til af þeirra myndum. Eins og við erum að gera, við erum alltaf að klastra. Því við þorum ekki að taka á vandanum. En ég ætla kannski líka að minna á annað, það það að sko í þessum verðbólgumælingum virkar húsnæðiskerfið eða húsnæðiskostnaður mjög hár. Og það einfaldlega vegna þess að hér eru hagnaðardrifin leigufélög sem eru að eiginlega hækka upp húsnæðisverðið upp úr öllu valdi og þá hækkar auðvitað húsaleigan í leiðinni. Þannig allt svona hefur auðvitað þau áhrif að það er erfitt að koma mældu verðbólgu niður inn í einhverja tölu sem menn vilja. Og ekki gleyma því að við erum auðvitað með fórnarlömbin sem að skulda, en við erum líka með fórnarlömb sem að eiga sparnað til að mynda eldra fólki sko. Og núna þegar að það hefur tök á því að verðtryggja sínar eignir og þá auðvitað bætast við verðbætur og þessar verðbætur eru þess eðlis að 45% af vöxtum og verðbótum eldra fólksins notuð til skerðingar á bótum almannatrygginga og þetta þarf auðvitað sjálfsögð að laga og það væri ekkert óeðlilegt við það að frítekjumarkið væri þá ekkert ósvipað því sem væri í skattalöggjöfinni eins og samtök aldraðra hafa oft á mörgum bent á. En sko, einhvern veginn var mér sagt, ég man ekki tölunar, kannski Hrafnallana, ég veit að það er hérna hvað sko lífeyrissjóðirnir eru búin að taka mikið til sín, mikið af greiðslum á ellilífeyri á síðustu árum með því hvað hlutfall ríkisins minnkar og lífeyrissjóðina hækkar. Er ekki rétt? Jú, ég meina það er út af fyrir sig ekkert land eiginlega innan OECD þar sem að hvað maður segir framlag ríkisins í almannatryggingakerfið er eins lágt eins og Íslandi. Það auðvitað byggist á þessari gríðarlegu sjóðsöfnun. Ég meina við erum með eignir upp á 8.000 milljarð eitthvað kringum það sem er í lífeyrissjóðunum og í viðbótarlífeyrissparnaði og það er ekkert óeðlilegt svo sem við það en hins vegar er það kannski líka ömurlegt í leiðinni að ríkið lítur svo á að lífeyrissjóðunni sé fyrsta þrep í almannatryggingakerfinu og síðan komi sko almannatryggingar númer 2. Þannig að svona hægt og örugglega er verið að gera almannatryggingar eins konar fátæktarstofnun að mínu viti með því að það sé bara þeir allra fátækustu sem að eiga möguleika á því að fá einhvern lífeyri frá almannatryggingum en skerðingarnir eru það miklar í kerfinu, ekki síst á þá sem hafa áunnið sér réttindi í lífeyrissjóðum. Það er að segja þar sem lífeyrissjóðum greiðir að 45% skerðingamörk eru þar. Já, það er eiginlega sama sko hvað fólk hefur safnað í lífeyrissjóðum eða borgað í þá að í endanna þá eru allir nánast með sama lífeyrinn. Það var nú einu sinni opinber stefna ríkisstjórnar að afnema raunverulega ellilífeyrinn og hann yrði bara tekinn smá saman eingöngu úr lífeyrissjóðunum og það var tekið skref til þess að draga úr leið og lífeyrissjóðunir eldust þá fylgdist að ellilífeyrinn lækkaði. Eitthvað hafa menn nú stoppað við þetta en þetta var opinber stefna á tímabili, stjórnarstefna. Já, það má segja almennu lífeyrissjóðirnir voru stofnaðir sem sagt í kjarasamningunum maí 1969 í mikilli kreppu og þeir tóku til starfa 1. janúar 1970 og þá voru menn auðvitað með í huga hvernig kerfin væru að þróast á Norðurlöndum. Þar voru menn með sem sagt grunnlífeyri og svo byggðu menn upp þetta ATP-kerfi sem er almenn tilleggspension eða viðbótarlífeyrir. En við hér á Íslandi, við gerðum þetta ekki þannig, heldur stofnuðum við lífeyrissjóði. Þannig að í eðli sínu eru lífeyrissjóðin ATP-kerfið úti sko, sem er á Norðurlöndum. Hins vegar var þetta alltaf meiningin svo að ellilífeyrinn sem slíkur héldi sér en að einhverju marki, en það er rétt hjá Þresti að það, menn gerðu það strax upp að reyna að halda honum verulega mikið niðri grunnlífeyri almannatrygginga
sem og síðan gerist það seinna 1990 aðalega í kreppunni eða í fjárhagshruninu að þá gerist það að greiðslur frá lífeyrissjóðunum skerða bætur eða skerða grunnlífeyri almannatrygginga. Það hafi aldrei tekst áður og en það ekki svo langt síðan það var. Sko, það var 1900 sko, það var í kjölfar kreppuna sem að greiðslurnar frá lífeyrissjóðunum koma til skerðingar á bótum á grunnlífeyri almannatrygginga. Það var ekki áður. Það var svo leiðrétt aftur tíma en svo 1900 frá nýja kerfinu þá sem tók gildi 1. janúar 2017 að þá var engin greinarmunur gerður á ellilífeyri eða ellilífeyri lífeyrissjóðunum, fjármagnstekjum eða launum. Síðan hafa auðvitað launin fengið viðbótar frítekjumark sem nú kannski afskaplega skrítið miðað við það að þeir sem eru ekki á vinnumarkaði sem eru langflestir vegna þess að þeir hafa ekki heilst til þess, fá ekki vinnu, hálfslagsvinnu eða slíkt að þeir njóta þess ekki en fámennur hópur sem getur unnið, hann með hærri frítekjumörk heldur en þeir sem fá greiðslur eingöngu úr lífeyrissjóðum. Já. Það verið að sigla inn í kosningavetur og ekki trúlegt að efnahagsmálin verði hvað fyrirferða mest? Það ekki það sem snertir flesta? Eða húsnæðismálin og... Jú, munum vaxtastigið og efnahagsmálin. Það verður það sem verður rætt eða það sem brennur á fólki. Hvernig ríkisstjórnin ætlar að taka á því, það svo allt annað mál. Hvort hún verður sammála nokkur skapaða hlut, það getur vel verið að það verði ekki. Nei. En það verður ekki tekið á neinu. Nema eitthvað að móka út peningum einhvers staðar. Og ríkið nú að vera alltaf skuldugt því að ég var nú að sjá það í þessu skýringarriti sem maður fær með álagningarseðlinum. Þar sem stendur í hvað fóru skattarnir þínir. Og það náttúrulega þessi tvö stóru félagsmálakerfi sem verður langstærst með 27 og 23%. Svo kemur þriðji pósturinn sem er þriðji stærstur. Það eru vaxtagjöld ríkisins. Þeir eru orðin svona mikilvægt að hann er þriðji stærsti póstur fjárlaga. Í útgjaldur ríkisins. Já. Hvernig heldur þetta haldi áfram? Að verði þá bara verði nummer 2 verði eftir heilbrigðiskerfinu og þetta bara mikið vandamál sem mann vilja ekki tala Nei, sko. Það verður alltaf verið að segja hvað ríkisstjórn stæði vel. Hann stendur ekki miðað við þetta, stendur hann bara mjög illa. Nú í sumar er þetta búið að ganga svolítið að þessir erfiðleikar og Grindavík náttúrulega svona, það verður svona meira áberandi íbúðamarkaðurinn. En mér finnst eins og ríkisstjórnin hafi verið í sumarfríi. Við höfum ekki heyrt frá eins og Íslands nokkuð skapaðan hlut nema þessa glórulausu orð fjármálaráðherra í Kastljósi. Það held ég að ríkisstjórnin sé nú ekki til nema bara formlega sko. Ég held hún starfi ekki sem einn ríkisstjórn. Sem alvarlegt í svona einhverjum málum sem skipta minna máli en við ekki kannski aðtekli. Það orðið þarf að koma fram og kemur þetta fram í haust þegar að þingið hefst hvernig tekst að halda þessa ríkisstjórn saman og það svo sem kannski erfitt að spá það en þá kemur þá líka í ljós til hvaða aðgerða þeir ætla að grípa til. Ég nefndi áðan hagnaðurdrifnu leigufélögin sem að velta bara leigunni inn á til leigjenda. Er eitthvað í pakkanum sem segir að ég setja þak hér á húsaleigu bara sem dæmi og önnur úrræði er eitthvað vaxta þar að segja að menn fái vaxtalækkun vegna vaxtagjalda í ríkara mæli heldur en verið hefur, hvað með fjölskyldur, börn og svo framvegis, vaxtabæturnar og svo framvegis, þannig allt þetta ásók sem eftir að koma fram og
En það kann að vera að þessi vetur verði dálítið sérstakur og dálítið sérstakur og það veit enginn hvenær sem á að kjósa. Það nú kannski gert ráð fyrir síðasta lagi, það ekki, næsta haust. September á næsta ári, en það gæti auðvitað verið. Mér fannst Bjarni svona í Silfrinu á mánudaginn svona, hann var ekkert mjög harður á því. Sko. Nei, hann opnaði á sumarkosningar. Já, ég hef heyrt það víðar og það væri svo sem inn í myndinni að það er kosið fyrir. En það náttúrulega þegar það ekkert hist núna í nokkra vikur, eða lítið, en svo þegar þingi fer að starfa, þá koma sína þeir á hvað þeir vilja, hvað þeir ætlast til, að þá gæti allt farið í háa loft. Ekki í október sem svona landsfundur hjá Vinstri grænum, ég held að? Já, hann í október, já. Og kannski líklegt að þá væri skipt forystum, maður svo sem veit það ekki, en gerir ráð fyrir því að Svandís taki við flokknum. Stífið. Já, ég var nú að tala við Gunnar Smára hérna áðan og hann heldur að komi bara einhver og taki, hún sé ekki svo líklega, komi bara einhver sem við vitum ekki núna hver og taki yfir. Já, það er ekki vel verið. Og svo sem kannski eru líka vandamál í öðrum flokkum með forystuna. Það kann að vera að, ég veit ekki með Sjálfstæðisflokkinn, hvort að Bjarni verði áfram forystumaður þegar þetta er lengra tíma lítið. Óvinsalegasti stjórnmálamaður sögunar held ég. Það er eitt, sko. En svo það líka hver á að taka við. Hann getur ekkert sagt af sér nema þeir sem búin að skipulegja þetta svolítið áður. Það eru náttúrulega þessar konur bíða fyrir ár eftir því að verða formenn. En ráðherrarnir þrír, það bíða allar eftir því að verða formenn. Það verður ekkert vandamál hjá þeim. Það er einhver slagsmál en svo leysist það bara. En það hafi nú sko formenn yfir hverju og hvernig sko. Hvernig formenn myndu að vilja vera, það skiptir væntanlega máli sko. Það var maður hér fyrrum sjálfstæðismaður núna í miðflokknum, Tómas Ellert Tómasson, í þætti hjá okkur á sunnudaginn og hann sagði sjálfstæðisflokkinu vera bara einsmálsflokk og það væri þess bara gæta hagsmuna hinna ríkustu. Það er nokkuð til í því. Það getur verið en voru vitað svona eins og málin liggja í dag, þá voru vitað samfylkingin verður vantilega sigur kosningarna en eitthvað annað kemur fram og munum þá leiða næstu ríkisstjórn. Ég held að það sé augljóst mál að þeir munu ekki vilja fara í samstarf við Sjálfstæðisflokkinn. Ertu viss? Ég nokkurn veginn alveg viss það þó ég sé ekki inn að búa maður þar. Það hefði nú líka sagt VG fyrir 8 árum. Sem að gæti náttúrulega gerst líka og maður kannski óttast það að Sjálfstæðisflokkurinn og miðflokkurinn og Framsókn taki saman myndi meirihluta þó þessu allir að tapa nema miðflokkurinn að þá næði þeir meirihluta 3 eða 4. Það væri hræðileg stjórn. Já, ég er alveg sammála því að það væri alveg hræðileg stjórn. Ef það kemur til þeim hætti. Það er alltaf hægt að hugsa sér verið blöndu af ríkisstjórn þessu landi. En það er ekkert ólíklegt að það geti orðið. Bara til þess að koma í veg fyrir það að samfylkingin kom í stað. Já, akkurat. Þannig að stoppa flug Kristrúnar. Já. Og menn eru tilbúinir ýmislegt til þess að halda völdum. Það þekkjum við náttúrulega frá Sjálfstæðisflokknum. Hann er valdaflokkur. Númer 1, 2 og 3. Og tekist ágætlega upp í því, sko. Gengst upp í því bara. Já, við erum búin að vera meira og minna í ríkisstjórnum bara síðustu mannsaldra. En menn muna svo sem eftir því, við munum kannski allir eftir Viðreisnarstjórninni sem var hérna 59 og 71 og hafið það fyrir með sér Alþýðuflokkurinn bar ekkert eftir það sko sem dæmi og samur auðvitað gerast núna í samstarfinu hjá Vinstri grænum með Sjálfstæðisflokki og Framsóknarflokki. Það var náttúrulega ekki, hann fór ekkert mjög stór inn í þá ríkisstjórn. Hann var búinn að tapa áður, Alþýðuflokkurinn. Þannig að hann hélt sínu, þessum 13% hélt út í gegn. Sko þeir vissu það að þeir gætu ekki farið í samstarf með Sjálfstæðisflokknum nema að hafa eitthvað stórt mál sem þeir gætu sagt við náðum þessu fram og þeir náðu EFTA og opnun viðskipta til útlanda
Sama gerðist sko þegar 1991 þegar Jón Baldvin fer í samstarfi með Davíð gegn tryggingum það EES komist í gegn. Já, já. Sem að Davíð hafði verið á móti áður. Já, sem Davíð hafði verið á móti áður. En sá að það var eina leiðin fyrir hann til þess að komast í ríkisstjórn var það að lofa þessu og hann stóð við það. Já, já. En það, ég held að Jón Baldvin hafi sagt mér þess að sögu hann hitti Davíð fyrst í Viðey og þá var hann sagt að þetta væri forgangsmál á hans hálfu og þá sagði hinn bara yes sir og þá var Davíð búinn að fá það sem hann, Jón Baldvin búinn að fá það sem hann helst vildi. Hann var búinn að reyna á hinum og þeir voru sko 4-5 sem ekki vildi skuldbinda sig. Sölleifur og einhverju fleiri. Svo sparkaði við Davíð Jóni Baldvin og tók Framsókn inn í stjórnina eftir þetta. Það var snemma svona ógott á milli þeirra. Það var nú aldrei neitt elsku mamma á milli þeirra. Nei. Þeir voru svo mjög óskaplega ólíkir karakterar og voru í raunverulega allt annar í ferð. Davíð var bara í að styrkja Sjálfstæðisflokkinn og sjálfan sig og öflin sem voru í Sjálfstæðisflokknum. Þannig að Jón Baldvin var í hugsunarferð með EES og það gerði þetta allt öðruvísi. Það efast enginn það, þetta var hans hugsun alveg. Já, hann byrjaði á þessu og hann á þetta mál frá byrjun til enda. En talandi sko sko kosningarna næstu, það er erfitt að spá, ekki síst framtíðina. En auðvitað muna menn eftir því eins og með Alþýðuflokkinn að var ekki Gylfi Þ sem var eini kjördæmakosi þingmaðurinn tíma og tók með sér þá uppbóta þingmenn. 71, og 71 einmitt þegar stjórnin Viðreisnin hætti og sama var þetta segið með Loga Einarsson. Hann var eini kjördæmakosin fyrir Samfylkinguna og þannig að það veit enginn svo sem hvernig talið verður upp úr kjörkorsunum þegar upp er staðið sko. Nei. Harold Wilson sagði eins og frægt er orðið að ein viku í pólitík væri langur tími. Já, en það náttúrulega sko þá var Alþýðuflokkurinn eins og 70, það kom úr löngu samstarfi við Sjálfstæðisflokkinn, 12 ára samstarfi og féll í kosningum, það var bara og sama var með Loga, þá var flokkun ekkert stór fyrir sko. Nei, hann hafði ekki verið í sko, það hafði verið vinstristjórnin með Jóhannu og Jóhann náttúrulega klauf Alþýðuflokkinn eftir 90 þá klauf hún hann því hún vildi verða númer 1 og síðan myndu þessi stjórn eða myndi stjórnin með Skólastofnun og Þjóðvaka, þetta ekki talað það? Jú, og Hraunstjórnin sem myndið undir 2010 það er eftir það sem að Samfylkingin hurkast út og 9, Sjálfstæðisflokkurinn var ekki þar að verki 2013, merkilegt með sko Samfylkinguna og jók þessi fylgi mitt eftir hrunið sko, þó hún væri hrunstjórnin. Já, hún jók verulega þessi fylgi þar og svo verður undantekning sem Jóhanna forsætisráðherra og sú stjórn var ansið mikið káfastjórn, gerðavísi margt ýmislega mjög náttúrulega gott. Þau voru bara að ausa bátinn, þetta var nú það var náttúrulega innri það var Rússlabjörguna það var aðeins að virða það við þau sko. Já, ég er að segja að þau gerði margt gott sko, ég er ekki neitt að því en það var bara innbyrðið á milli flokkana svo mikil óeining og jafnvel innan flokkana líka þetta voru stórmál. Við nú söguna villikettina í VFG á þessum tíma það tvístraðist út heim alveg bara allt kjörtíðanbili. En samt sem áður var þetta held ég svo stjórn sem varð að taka við þessu búi eins og þá var ég heldur náttúrulega almennt hafi gert þetta bara þokkalega vel, ég verður að segja þetta alveg eins og og Steingrímur auðvitað Sigfús var þarna auðvitað eiginlega prímusmótur í þessu og ekki síst var þetta Alþjóðagjaldeyrissjóðinn sem að lagði nú línuna og það verður alveg ótrúlegt að hvað þeir náðu vel saman að ljúka þessum málum á sínum tíma. En nú erum við sko tíminn er svo afstæður sko, við erum að tala tíma frá 2008 þegar að hrunið verður sko.
Sko, það bara mikið til ungu fólki í dag sem eru kjósendur núna næsta ári eða næsta vetur sem hefur ekki hugmynd hvernig þetta hrun var yfir höfuð. Þekkir ekki hvorki forsöguna eða áframhaldið. Nei. Þannig að það þyrfti nú helst að hafa þetta sem skyldunám bara í skólum að kenna fólki hvernig þjóðin komst út úr þessu hruni. Já, það var ævintýralegt. Já, það var dimmt yfir okkur þegar að Guð Ísland. Já. Og ekki gleyma því að Landsbankinn greiddi alla skuldir ISAFE upp á staðinn. Já. Það er svo Björgólfur Guðmundsson sagði reyndar í Kastljósi og rólegur þetta. Landsbankinn mun borga þetta. Sem og svo herðu, það er hérna áður við hættum þessu Hrafn, þú skrifaði grein sem ég nú birti á miðjunni framferðið Hagkaups eða Hagkaupa út af vínsölunni. Þú ert ekki ánægður með það? Nei, ég það ekki, menn þetta er afskaplega einföld afstæða hjá mér. Ég tek bara undir það sem heilbrigðisstéttin hafa lagt til í þessu máli. Bæði umboðsmaður barna, landlæknir, foreldrasamtök gegn áfengisauglýsingum og bara mjög margir. Ég þekki margir heilbrigðisstéttum sem hafa einmitt lýst ánægju yfir því að ég skulle hafa skrifað þessa grein. Mér finnst þetta ekki koma til grein að vera að fara að selja áfengi í verslunum vegna þess að aukið aðgengi að áfengi hefur það einu í för með sér að áfengisdrykkjan eykst. Bæði unglingadrykkjan og önnur drykkja og menn segja sem svo, já þá har það verið með ákveðnar forvarnir í gangi, eitthvað slíkt. Nú það eru fleiri hundruð mann sem bíða eftir því að komast inn hjá SÁÁ sem dæmi. Þannig að mér finnst svona mín skoðun svo, ég held að þessi bara skoðun meirihluti Íslendinga, að menn eigi bara versla við áfengisverslun ríkisins og þarna sé verið að fara fram hjá lögunum heldur betur. Því að menn að komast inn í Hagkaup, skanna eitthvað sem við ætla að kaupa og svo þegar þeir eru búin að kaupa vörur þá býður flaskan við afgreiðsluborðið. Og það sem eru þetta kannski sorgmætast við þetta er það að lífeyrissjóðirnir eiga langstærstan hluta í Hagkaupum og hérna maður velti fyrir sig bara að siðferðislegum fjárfestingu þegar menn eru svona að fara svona í svig við lögin eins og menn ætla sér að gera sko. En það er hluthafafundur á föstudaginn hjá Högum og við skulum bara vona það að menn slá þetta út af borðinu. Hefur einhverja trú á því? Ég veit neitt fyrir mér í því. En það er hluthafafundur og ef maður skoðar hluthafalistan þá er þetta einverðungu lífeyrissjóðirnir sem eru hérna á Sögjan er hérna Vanguard sem er mjög þekkt og virt fjársýslufyrirtæki í Bandaríkjunum sem á þarna hluta til og Kaldbakur er það ekki Þorsteins Más og þeirra kann að vera en hann hljómar þannig en allavega er það þannig að lífeyrissjóðirnir eru langstærstir þarna og þó að lífeyrissjóðirnir séu sko út af fyrir sig ekki að skipta sér að stjórnum einstakra fyrirtækja þá eru þau að tilnefna með einum öðrum hætti þá stjórn sem að er þar og ef að þjóðin er á móti þessu þá og lífeyrissjóðirnir eru þjóðin út af fyrir sig þá held ég að þessi augljósmál að menn ekki að leika sér með eldin með þessum hætti. Þröstur, hefur þú skoðun á þessum máli? Ég var alveg sammála honum. Ég held að það yrði mikið mikið slys ef farið yrði að opna og auglýsa eins og heyrir í erlendum fjölmiðlum hvernig áfengi er auglýst og út allt og það vitum við á reynslunni, við erum ekkert að loka augunum fyrir því að það myndi stóraukast unglingadrykkja með þetta, myndi stóraukast og ég hef ekki nokkra trú á því að allt í einu færum að dæla einhverjum milljörðum inn í velferðarkerfi til þess að reyna að koma á móti ekki nokkur. Þetta myndi meira og minna að fara hér í göttuna bara. Já, og líka á meðan að þetta er gegn íslensku lögum sko. Já. Það skiptir nú engu máli sko. Það skiptir nú ekki því að það er ekki gert við því. Nei. Sem er bannaður varnaraðilinn sjálfur bannar vörnin að fara til taka máli til dóms. Eins og þegar Bjarni bannaði raunverulega áfengisversluninni að fara í mál við það sem voru að brjóta lögin. Já. Það er nú alltaf
makalaust sko. Það er það. Að hérna og fáheyrt að slíkt kom upp af því að hann var þeirra skoðunar að þetta væri allt í lagi. Það var hans skoðun meira viði heldur en lög landsins. Þá er illa fyrir okkur komið það verður gilda bara hér og þar. En tíminn okkur er á þróttum. Þetta búið að vera bara gaman, Hrafn og Þröstur. Þakka ykkur mikið vel fyrir að koma. Takk sömuleiðis. Og ég held að sé Björn Þorláksson sem tekur við núna rétt eftir. Sæla sinni. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is